Jæja, ný vika, nýr pabbi. Stephen litli var eitthvað leiður þegar ég tók við honum, þannig að þegar við komum heim spurði ég hann hvað var að og hann sagði mér að hann væri búinn að jamma alltaf mikið og vildi fara að rífa sig í gang. Við byrjum á því að gera egg. Svo fórum við út að hlaupa. Við hlaupum út að Sky Lagoon og vorum mega sáttir. Þegar við komum heim fekk mamma hitta Labubu og svo horfðum við á landsleikinn. Ég vaknaði þreyttur en Stephen vildi byrja daginn á að fara í ræktina. Gib mir noch ein halbes Teil und heute Nacht wird zu Weihnachten. Eftir ræktina fórum við í infrared fyrir vöðvana og svo fórum við í handriðstíma hjá Stephen. Ekki Labubu. Risa prótínshake fyrir Börki og svo lunch með sögu og steini. Eftir hádegismat fórum við í leikstjórnartíma hjá Ásvölgu, svo horfum við á gott færi. Við enduðum svo daginn á að skrifa. Við byrjuðum daginn á Víkingaþrygg í Mjölni. Svo fórum við í framleiðslutíma hjá Heather. Hvað hann er fín. Svo hittum við Davíð Má og fórum í kirkju. Við enduðum daginn á að plana lokaverkefni annarinnar og fórum sáttir að sofa. I said freaks on the floor now. Við byrjum miðvikudaginn með öðru hlaupi. Og svo fórum við í leikstjórnartíma hjá Brúsa. Þetta er fall. Og kynntum lokaverkefni. Fórum í leikhús þar sem við hittum þessa tvo psychopaths. Við byrjum daginn á að labba í skólann þar sem við fórum í fræðitíma hjá Gelsi. Áhugi á mynd dagsins var greinilega mismunandi. Fórum að versla og svo Eftir Víkingaþryggi fórum við í bíó og svo upp í bústað. Ég man ekki hvað það kostar. Já, varstu búin að heyra hvað það kostar? Nei, má giska. Eftir erfiða viku, hvað er ekki betra en að slaka á? Við fórum í göngutúr. Spiluðum með Fjölunni. Kíktum í pottinn. Lærðum og tókum til. Og svo keyrðum við heim. Ný vika, nýr pabbi. Ég mun sakna þín, litli Stephen. Bryndís tekur nú við Labubu. Við verðum bara að bíða og sjá hvort að Stephen haldi sér á beinni braut. Ég vona bara að honum líði vel.